Jæja, þá ætlum við bara að hefja leikinn aftur. Ég vona að þið hafi notið hlésins, en hún hérna komin til okkar, hún Brynhildur Flóvenz, dósent í lögfræði og hún ætlar að ræða um réttindi fjölskyldulífs. Gjörðu svo vel, Brynhildur. Hann Arnar kominn, en það ætlar að setja þarna upp og sjá túlkun. Veistu hvernig ég fæ upp glærurnar mínar? Ég skal bara hérna skella þessi burtu. Jú, og svo veistu. Fundarstjóri, góðir fundargestir. Ég byrja á því að þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og fjalla um réttin til fjölskyldulífs. Takk. Í erindi mínu að þá mun ég fara yfir lögvarinn rétt fólks til fjölskyldulífs á Íslandi. Ég mun gera grein fyrir inntaki réttarins og þeim takmörkunum sem á honum eru og fjalla þá sérstaklega um þær reglur sem snerta fatlað fólk sérstaklega mikið og svo það sem fyrst og fremst þá sáttmáli Sameinuðu þjóðanna eða ákvæði hans um fjölskyldulíf sem kemur hér til skoðunar. Grunn mannréttindaverndar, allra mannréttindaverndar í dag að finna í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem var samþykkt var 10. desember 1948 á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindayfirlýsingin, hún ekki bindandi samningur, heldur hún, en enga síður sá grundvöllur sem undir alla aðra samninga mannréttindi á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og í honum að finna flest þau efnisatriði sem að síðari samningar fjalla síðan nánar og rétt til fjölskyldulífs fjallað í 16. og 12. grein mannréttindayfirlýsingarinnar þar sem að tekið fram að fulltíða konur og karlar hafi rétt til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu án tillits til kynþátta þjóðernis eða trúarbragða og njóta jafnréttis við stofnun og slit hjúskaparins. Og í 12. greininni að þá segir að það megi eigi að geðþótta raska einkalífi, fjölskyldulífi, heimili eða bréfaskriftur nokkurs einstaklings. Né heldur að ráðast á æru hans eða mannorð og öllum ber laga vernd gegn slíkum inngripum. Enda þótt að fötlunar sé ekki sérstaklega getið í þessu ákvæði, þar að segja í 1. málsgrein 16. greinar, að þá nýtur fatlað fólk að sjálfsögðu þessar réttinda, enda ekki undan skilin í ákvæðinu og tilvísun til kynþáttar, þjóðernis og trúarbragða til að hnykkja á að þessi þætti hafi engin áhrif. Nú aukvist ekki auðvitað almenna jafnræðisreglur aðra hópa. Það rétt áður lengri haldið að nefna lagalega skilgreiningar á aðal hugtökum. Skilgreining grundvallar hugtaka mjög mikilvæg til afmörkunar á þeim réttindum sem fjallað hverju sinni og geta verið afráðandi hvort einstaklingur nýtur höfðu réttinda eða ekki. Sjálfsagt búið að fjalla það hérna eitthvað skilgreiningu hugtaksins, fötlun og hefur að nokkur leyti farið eftir þeirri hugmyndafræði sem gildandi hverju sinni. Nú læknisfræðilegar skilgreiningar lengst á notaðar og hinn mannréttinda skilgreiningin eða félagsleg skilgreining sem byggir á hugmyndafræði mannréttinda sú skilgreining sem við notum í dag. En svo skilgreining leggur áherslu á þær hindranir sem í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Það verður þó að segjast að þessi skilgreining, hún hefur kannski ekki að fullu skila sér inn í lög og reglur og jafnvel ekki mannréttinda samninga. Það mikilvægt að hugtaki fatlaður eða fötlun ekki afmarkað í eitt skipti fyrir öll, heldur það í sífelldri þróun í takt við aukningu þekkingar.
Skilgreiningin á réttinu til fjölskyldulífs hefur ekki tekið samsvarandi örum breytingum og skilgreiningin á hugtakinu fötlun, en þó enga síður þróun í samræmi við þær breytingar sem að orðið hafa á fjölskyldugerðum á undanförnum áratugum. Í íslensku rétti að þar engin skilgreining á hugtakinu fötlun. Í annarri grein laga málefni fatlaðra frá 92 að þar segir að einstaklingurinn eigi rétt á þjónustu samkvæmt lögunum ef hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarna sérstakrar þjónustu og stuðnings að þeim sökum og tilteknar nokkrar skerðingar og að fötlun geti verið afleiðing langandi slysa eða sjúkdóma. En hér í lögunum engin skilgreining á þessu hugtaki. Þegar komið síðan af sáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá skilgreining að finna þar, meðal annars í fyrstu greininni, þar sem segir að til fatlaðs fólks teljist meðal annars þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Og svo lítið sáttar tilvísun í formálsorðum sáttmálans þróun hugtaksins. En segja má að rétturinn til fjölskyldulífs að hann sé í grófum dráttum tvíþættur. Annars vegar þó að ræða rétt sérhvers manns til að velja sér það fjölskylduform sem að honum eða henni hentar, velja sér maka, taka ákvörðun barneignir og ákveða hvers konar lífi fjölskyldan lifir. Í þessu rétti felst hins vegar ekki réttur til að eignast maka eða börn. Þannig getum við ekki gert kröfu að samfélagið eða hið opinbera tryggi okkur barn eða maka. Heldur ekki einungis að ræða rétt til að taka sjálf eða sjálfur ákvörðun hvort til barneigna eða sambúðar eða hjúskapar skuli stofnað. Hins vegar felur svo rétturinn í sér friðhelgi fjölskyldunar sjálfrar og vernd hennar gagnvart utanaðkomandi afskiptum, inngripum og árásum. Fjölskylda nýtur sérstakrar lagalegrar verndar bæði í innanlandsrétti og alþjóðarétti og hjá okkur ber þá hæst 75. grein stjórnarskrárinnar en það segir að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Engu að síður að þá heimilar ákvæðið að þrátt fyrir þessa grundvallarreglu megi með sérstakri lagaheimil takmarka þessa friðhelgi ef brýna nauðsyn ber til meðal annars vegna réttinda annarra. Og dæmi þetta geti verið þegar að einhvers konar refsivert athæfi á sér stað innan veggja heimilis, gagnvart heimilismanni eða þegar að barn býr við óvinnandi aðstæður á heimili sínu. Friðhelgi heimilis og fjölskyldu getur vissulega haft neikvæðar hliðar. Þannig hefur þessi friðhelgi oft á tíðum komið í veg fyrir að gripið hafi verið til aðgerða vegna til dæmis ofbeldis á heimilum og hafa þar einkum konur og börn liði fyrir það. Á þessu hefur þá orðið breyting nokkur á undanförnum árum eða áratugum og má þar til dæmis nefna lög nálgunarbann og brottvísun af heimili frá 2011 þar sem heimilt að vísa ofbeldismanni af heimili. Einn helsti mannréttindasamningur sem að við erum aðilað að mannréttindasáttmáli Evrópu en hann hefur verið lögfestur á Íslandi og hefur haft talsverða þýðingu fyrir mannréttindi Íslendinga. Og þar í honum fjallað réttindi fjölskyldulífs í 2 ákvæðum. Annars vegar það 12. greinin sem að fjallar réttin til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu og þar skilið að það sé í samræmi við landslög þessi réttindi. Þannig að mannréttindasáttmáli vísar svona til þeirra lagasetningar sem að landslög sem að löggjafi hvers ríkis hefur, þannig getur það verið mismunandi eftir hinum einstöku ríkjum. En í 8. greininni að þar talað friðhelgi einkalífsins og fjölskyldunar og að stjórnvöld megi ekki ganga á þennan rétt
nema nauðsyn beri til í lýðræðislegu þjóðfélagi og svo eru taldar upp ýmiss konar ástæður og meðal annars réttindi og frelsi annarra. Nú eins og ykkur flestum eflaust kunnugt hér að þá var sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks undirritaður 30. mars árið 2007 fyrir Íslands hönd. Sáttmálinn hefur þrátt fyrir það ekki enn verið fullgiltur hér á landi og hefur ekki verið innleiddur í íslenskan rétt en það unnið að innleiðingans og það svo sem liggur ekkit fyrir virðist vera samkvæmt minnst kosti nýjustu upplýsingum mínum að hvenær það verður gert en þetta eru að verða 7 ár þannig að það ansi langur tími sem að stjórnvöld hér hafa tekið sér til þess að innleiða samningin. Og þetta felur í sér að íslenski borgarar njóta ekki verndar sáttmálans. Það reyndar svo að taka það fram að borgararnir geta almennt ekki leitað rétta síns beint á grundvelli alþjóðasamninga hér fyrir dómstólnum. Þar sem að slíkir samningar eru eingöngu bindandi að þjóðarétti en eru ekki hluti að landsrétti nema þá þeir samningar sem hafa verið leiddir í lög eins og mannréttindasáttmálinn, Evrópu og barnasáttmálinn. Það hefur ekki ennþá verið tekin ákvörðun það hvort að sáttmálinn réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur hér á landi eða hvort að ákvæðans verði á annan hátt innleidd í íslenskan rétt. En það skiptir hins vegar verulegu máli. Í markmiðsákvæði laga málefni fatlaðra þó tekið fram að við framkvæmd lagana þá skuli taka mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem að Ísland hefur gengist undir og þar tekið til einkum og sér í lagi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En þrátt fyrir það að sáttmálinn hafi ekki verið fullgiltur þá tel ég þá enga síður rétt að gera grein fyrir því aðal ákvæði sáttmála sem fjallar virðingu fyrir heimili og fjölskyldu og þá hvort og hvernig efnisákvæði eru tryggð í íslenskum rétti. Það í 23. grein sáttmálans þar sem fjallaður fjölskyldulífið og ég hef sett það hérna upp á tjaldið bara alveg eins og greinin kemur fyrir. Það áherslan eins og í öðrum greinum að útrýma mismunum gagnvart fötluðu fólki á öllum þeim sviðum sem að lúta að fjölskyldumála, hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og svo framvegis. Að tryggja réttindi sem að eru öðrum tryggð, að gera eitthvað sérstakt til þess að tryggja jafnrétti fatlaðra til að njóta þessara réttinda og að fatlað fólk geti sjálft tekið ákvarðanir barneignir sínar, tíma milli fæðinga, fjölda barna og svo framvegis. Og síðast en ekki síst að fatlað fólk geti haldið frjósemi sinni til jafns við aðra. Síðan segir að eru ákvæði það að aðildarríkin eigi að tryggja réttindi með tilliti til lögráða og forráða og fjárhalds eða ættleiðinga barna eða svipaðrar íhlutunar sem auðvitað veruleg íhlutun. Og það tekið fram eins og annar staðar í öðrum sáttmálum að hagsmuni barnsins skuli öllum málum varða mestu. Nú síðan eru ákvæði sem að tryggja fötluðum börnum rétt til fjölskyldulífs og til þess að koma eða tryggja þannan rétt að hann verði raunverulegur að þá skuldbinda aðildarríki sig til þess að veita fötluðum börnum og fjölskyldu þeirra alhliða upplýsingar, þjónustu og stuðning. Nú loks eru hér tvær málsgreinar, annars vegar sem fjalla að barn skuli ekki tekið frá foreldrum sínum gegn vilja þess nema yfirvöld ákveði og þá með fyrirvara endurskoðun dómsvald og þá að sjálfsögðu í samræmi við gildandi lög og málsmeðferð. Og það þarf að vera, aðskilnaðurinn þarf að vera nauðsynlegur og hann þarf að vera barninu fyrir bestu. Og það mikilvægt ákvæði þarna að barn megi aldrei taka frá foreldrum vegna annarkvors fötlunar barnsins eða fötlunar foreldrisins. Það segja, fötlunni sjálf má aldrei vera grundvöllur forsjársviptingar.
Og loks líka mjög mikilvægt ákvæði sem er það að ríkin eigi að reyna til þrautar ef að kjarnafjölskyldan sjálf, einhver hluta vegna, ófærum að annast fatlað barn, að barninu sé fyrir ummönnun annarkot innan stórfjölskyldunar eða í ummönnun hjá fjölskyldu annar staðar. Þetta svona yfirlit yfir þessi helstu réttindi, það semst réttindi að stofna fjölskyldu og ákveða börn og barnafjölda og skyldu til að aðstoða og svo framvegis, bara svona aðeins yfirlit. Nú, ef við tökum þetta þá svona einstaka liði og skoðum það hvernig þetta er hér á landi, að þá getur stofnun fjölskyldu auðvitað verið með ýmsu móti, að það má gera ráð fyrir að með fjölskyldu sé að minnsta kosti átt við 2 einstaklinga sem deila kjörum, annarkvort þá sem fullorðnir einstaklingar, svo sem í hjúskap eða óvíðri sambúð eða til dæmis foreldri og barn, hvort sem barnið er ennþá á barnsaldri eða fullorði. Samkvæmt hjúskapalögum að þá með 2 einstaklingar stofna til hjúskapar þegar þeir hafa náð 18 ára aldri og í 8. grein laganna það segir að einstaklingur sem er sviptur lögræði geti ekki stofnað til hjúskapar án samþykkis lögráðamannsins og synji lögráðamaðurinn samþykki að þá má bera þessa synjun undir ráðuneytið, innanríkisráðuneytið sem að getur þá leyft hjónavígslu þrátt fyrir að lögráðamaður sé henni andvígur. Einn mikilvægasti réttur eða mikilvægasti þáttur réttarins til fjölskyldulífs er að ákveða sjálfur barneignir sínar. Og það er vel þekkt úr sögunni að fatlað fólk og reyndar margir aðrir voru sviptir þeim möguleika með ófrjósemis aðgerðum og í sumum tilfellum fóstureyðingum, sérstaklega upp úr miðbiki síðustu aldar. Það er ennþá svo að það er heimilt í lögum að takmarka barneignir fólks. Í lögum nr. 25 frá 1975 ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemis aðgerðir er það meginregla að kona þarf að skrifa undir beiðni fóstureyðingu. Í lögunum segir þó að sé kona vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða öðrum ástæðum ófær að gera grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, þá er heimilt að veita leyfi til hennar samkvæmt umsókn lögráðamanns. Og það segir ennfremur að sé kona yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði að þá skulu foreldrar eða lögráðamaður taka þátt í umsókn nema eitthvað sérstaklega ástæð mæli gegn því. Í 18. grein þessara sömu laga þá fjallar ófrjósemis aðgerðir. Ófrjósemis aðgerðir er heimil í fyrsta lagi bara að ósk viðkomandi ef hún eða hann er orðin fullra 25 ára, óskar eindrið eftir því að vel athuguðu máli. Og í öðru lagi þá er ófrjósemis aðgerð heimil þegar viðkomandi er ekki orðin fullra 25 ára ef ætla má heilsu konu sé að hætta búna meðgöngu eða fæðingu og ef fæðing og forsjá barna yrði of mikið álag fyrir hana eða hann með hliðsjón af lífskjörum fjölskyldunar og öðrum ástæðum. Nú í þriðja lagi ef að sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn dregur alvarlega úr getu hennar eða hans til að annast og ala upp börn. Þegar ætla má að barn viðkomandi eigi að hættu að fæðast, í 4. lagi er þetta, vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar á fósturtíð eins og segir í lögunum. Í 22. grein þessara laga segir líka að ef ástæður til ófrjósemis aðgerðar eru svo sem segir í öðrum lið 18. greinar að það segja ef viðkomandi er fullra 25 ára en er vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða annarra geðtruflana varanlega ófær að gera sig grein fyrir afleiðingum aðgerðarinnar. Þá er heimilt að veita leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns. Nú það verður ekki, í minnsta kosti ekki í fljótu bragði séð að þessi ákvæði lagana þau samræmist 23. grein sáttmálans. Og mitt mat er það að við innleiðingu hans að þá verði að breyta þessum ákvæðum. Bæði fóstureyðing og frjósemisaðgerðir eru auðvitað svo mikil afdrifaríkar aðgerðir og mikil inngrip í líf og heilsu og líkama viðkomandi að það verður að telja að það geti einungis verið í neyðar tilvikum að slíkt sé réttlætanlegt
eins og ef að lífi móður er hætta búin og hún gjörsamlega ófær að einhverja hluta vegna gera sig grein fyrir því ástandi eða meta það. Áherslan í þessu ákvæði hins vegar fyrst og fremst á skilyrðin fyrir samþykki lögráðamannsins. Ég sé hérna í glærunum að þessi sé vafi hvort ákvæði séu samræmi, það var nú kannski bara því ég var svona eitthvað, varfærin í orðum þegar ég var að gera glærurnar, en mitt mat þess að þessu þurfi að breyta. Nú, það hvað snertir svo skyldu ríkisins til að sjá fötluðu barni fyrir umönnun fjölskyldu, þá geti fjölskylda þess ekki annars það, að þá gildir svo grundvallarregla í íslensku rétti að foreldrar hafa bæði rétt og skyldu til forsjár barna sinna. Foreldrar geta ekki sagt sig frá forsjá barnsins, hvort sem barnið fatlað eða ekki. Og kæmi svo sérkennilega aðstæða upp að foreldrar barns vildu einfaldlega ekki gegna skyldu sínum við það, að þá kæmi til kasta barnaverndaryfirvalda sem að gæti þá í samræmi við barnaverndarlög tekið við forsjá eða umsjá barnsins og ráðstafa því í barni í fóstrun, það væri þá með samþykki foreldra. Nú, eins og ég sagði áðan að þá eru takmarkanir 71. greinar stjórnarskrárinnar, takmarkanir í því ákvæði inngrip í einkalíf og fjölskyldulíf manna. Og það heimild til að grípa inn í fjölskyldulíf, einkum og sér í lagi með vísan í barnaverndarlögin frá 2002 til afskipta af fjölskyldu ef að grunur að barn búi við óviðunandi aðstæður. Það þarf alltaf að vera þannig að réttindi annarra verða að vera í húfi og í þessu tilfelli þá barnsins. Og þetta á ekki bara við að sjálfsögðu fatlað fólk, þetta á við alla. Nú það þarf brýna nauðsyn að bera til aðgerða og það grundvallarregla að ljósti saman hagsmunum foreldris og barns að þá ganga hagsmunir barns framar. Og það mikilvægt eins og ég sá það, hafa það í huga að fötlun foreldris getur aldrei ein og sér orðið forsenda inngripa í svo mikil réttindi eða í fjölskyldulífið. Myndum við. En hluti af því að tryggja fötluðu vernd fjölskyldulífs þeirra að veita viðeigandi aðstoð við að uppfylla forsjárskyldurnar. Og hér þá áttu aðstoð sem óháð því hvort að talin hafi verið ástæða til inngripa vegna aðstæðna barns og sú aðstoð ekki síst til þess að komast hjá slíkum inngripum. Allt frá fæðingu barns eiga fatlaði foreldrar rétt á þessari aðstoð og þessi þjónusta fyrst og fremst veitt af hálfu sveitarfélagana. Samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga frá 91 þau hafa markmiðið að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna og þar tiltekið að með félagsþjónustu sé átt við þjónustu, aðstoð og ráðgjöf og í tengslu við félagslega ráðgjöf, fjárhagslega ráðgjöf, heimilisþjónustu og svo framvegis. Og þjónustu við börn og tekið fram einnig þjónusta við fatlaða. Vandinn þó oft á tíðum að fjármagn til þjónustunnar takmarkað. Það pólitískt mat hverju sinni hversu miklu fjármagni varið í þjónustuna. Og lögin þau kveða aldrei beint á það hversu langt þjónusta nær. Það segja hversu mikillar aðstoð getur einstaklingurinn krafist. Og þarna með félagsþjónustunni þar átt við aðstoð almennti foreldra. Það ekki engin greinamunur gerður þar á foreldrum sem fatlað eða öðrum foreldrum þó að fatlaði njóti sérstakra þjónustu. Og það gildir báða flokka foreldra, hvort sem fatlaðir og ófatlaðir, að rétturinn hann að því leytinu til hann afstæður að hann alltaf háður því fjármagni sem að veitt til hans hverju sinni og svo má spyrja sig að því hvort að það sé þá hvort að ef við horfum á það í samhengi við Sameinuðu þjóðasamningin hvort að til dæmis takmarkaða fjárveitingar hvort að þær séu þá brot á samningnum og það fer væntanlega eftir því
myndi væntanlega vera bara metið hvort að það er talið svona bara á svipaðan hátt og viðeigandi aðlögun metin að jafnaði, að þau sömu sjónarmið væru þar lögð til grundvallar. Nú í barnaverndarlögum að þá er fjallað úrræði með samþykki foreldra, það að segja sem hægt að grípa til aðstoðar fjölskyldum og það þessi úrræði, það að leiðbeining að stuðla að samvinnu og útvega barnastuðning og fjölskyldunum tilsjónamann eða ráðgjafa og svo framvegis. Forsenda fyrir hins vegar, fyrir aðkomu barnaverndarnefnda og þeirri þjónustu sem þar á þeim grundvelli í boði, hins vegar svo að könnun máls hafi farið fram hjá barnaverndarnefnd og að rökstuddur grunur sé sem að tilefni sé til að kanna aðstæður barnsins og slíkur grunur getur til dæmis vaknað í mæðraeftirliti ef að sýnt þykir að móðir muni eiga í erfiðleikum með að uppfylla forsjárskyldur sínar. Nálgun barnaverndarlaga því almennt svo að hætta sé á að barn búi eða muni búa við óviðunandi aðstæður. Fyrstu upplýsingar mögulegar aðstæður barns geta komið fram strax í mæðraeftirliti á meðgöngu og þar hefst foreldrafræðsla almennt til foreldra. Og í reglugerðum heilsugæslustöðvar þar kveðið á mæðra og ungbarna og smábarna vernd og að hún skuli veitt á heilsugæslustöðum og það sem að leitast á við að búa foreldra undir foreldrahlutverk sitt. Og það hlýtur þá að fara hverju sinni eftir þeirri þörf sem til staðar, já hverjum á einum einstakling, hversu mikil sú þjónusta Nokkur atriði hér, það grundvallar atriði í þjónustu við fatlað fólk að það njóti sömu þjónustu og aðrir. Að fyrst hort til almennu þjónustunar, að við horfum á borgarana sem einn hóp, ekki þegar almenna þjónustan ræða, ekki flokkað í einhverja einstaka flokka. Síðan, og þá það bara mismunandi eftir þörf einstaklingsins, hversu mikil aðstoðinni veitt, þessi almenna aðstoð. Síðan geta auðvitað verið einhver sérstök aðstoð sem það getur verið sérstök aðstoð til barna, það getur verið til aldraðra, það getur verið til fatlara, ýmis konar sértæk aðstoð. En meginreglan auðvitað og ég held að það sem mikilvægt að halda því til haga að það almenna þjónustan sem á að leggja áherslu á, að þarfir fatlara falli þar undir. Nú en sérþjónustu til dæmis og auðvitað mikilvægt að hafa sérþjónustu á ákveðnum sviðum eins og til dæmis varðandi réttindagæslu, í lögum réttindagæslu, þar fjallað sérstaklega sérsþjónustu fyrir fatlaða. Nú mikilvægt að hafa það í huga að jafnræði borgarana, eins og jafnræði til fjölskyldulífs, felur í sér að lík mál skuli fá líka afgreiðslu og ólík mál ólíka afgreiðslu. Sem þýðir það auðvitað að manneskja sem þannig sett að hún þarf enga aðstoð, hún fær þá enga aðstoð, manneskja sem þarf mikla aðstoð, fær mikla aðstoð eða á að fá mikla aðstoð og það jafnræði. Og svo loks þetta að fatlaðir í fjölbreyttur hópur og á rétt, samkvæmt íslensku rétti, að vera metið á eigin forsendum eins og allir aðrir, ekki á grundvelli einhvers hóps sem það kann að tilheyra. Skylda þau úrræði sem í boði, ef að það ágreiningur aðstoðina við að uppfylla forsjárskyldunar, eða inngrip í fjölskyldulífið, að þá þetta fyrst og fremst það lögin réttindagæslu en markmið þeirra að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu réttinda sína yfirleitt og tryggja það að sjálfsákvörðunarréttur þess sé virtur og réttaröryggi sé gætt. Og þannig að þegar að ræða til dæmis forsjárskyldur eða fjölskyldulíf og fatlaður einstaklingur telur að njóti ekki þeirra þjónustu sem að honum ber, að þá getur hann snúið sér til réttindagæslumanns sem á þá að beita sér í því máli. Nú, þegar að ræða barnaverndarlög, að þá má bera
úrskurð einhvers konar barnaverndarúrræði sem eru ekki með samþykki foreldra undir dómstóla eða eftir atvikum kærunefnd barnaverndarmála og svo má skjóta ákvörðun félagsþjónustuna til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Nú ég sé að ég komin eiginlega fram yfir tíman að átta mig á því að nokkra bara spurningar til þess að velta fyrir sér er ástæða til að breyta lögum varðandi rétt fatlaðs fólks til friðhelgis fjölskyldulífs. Eigum við að hafa áfram og við höfum auðvitað áfram almennu regluna en er einhver ástæða til þess að setja einhver sérstök ákvæði sem að tryggja friðhelgi fjölskyldulífs fatlaðs fólks. Nú, svo má velta því fyrir sig hvort að réttindagæslan, samkvæmt lögum réttindagæslu, hvort að hún sé nógu virk. Það er auðvitað, það svona næstu segir sér sjálft að miðað við þann fjölda réttindagæslumanna sem að þá getur hún varla verið nægilega virk. Í barnaverndarlögum að þá er ekki fjallað, barnaverndarlögin eru ítarleg en þau fjalla ekkit sérstaklega réttindi fatlaðra foreldra. Það má líka velta því fyrir sér hvort að það sé ástæða til þess að gera breytingu þar á og hvort að það sé að gera samskonar breytingar á lögum í félagsþjónustu sveitarfélaga. Eða er bara aðalatriðið að breyta viðhorfum þeirra sem að málunum koma. Endurskoða normin og viðmiðin. Ekki get ég nú svarað því en þetta er allavega til umhugsunar. Takk fyrir. Vera hérna bara. Þakka þér fyrir Brynhildur. Við erum alveg örugglega sammála það hérna nauðsyn þess að þekkja rétt sína því ef þú þekkir hann ekki þá getur ekki sótt hann eða hérna barast fyrir honum. Næst talar Hlín Jóhannesdóttir í fötlunarfræði og erindi hennar nefnist reynsla fatlaðra feðra, karlmennska, fötlun og föðurhlutverkið. Já, komið sæl. Ég ætla aðeins að fjalla hérna rannsóknina sem ég gerði árin 2010 og 2011 reynslu fatlaðra feðra. Þátttakendur rannsóknarnar voru 7 fatlaðir feður. Þeir eru jafn ólíkir og þeir eru margir og búa víðsvegar landið og eru á ólíkum aldri, allt frá að vera 30 og fram yfir 50. Þeir eru ýmist sjónskertir eða hreyfihamlaðir og er reynsla þeirra ólík út frá því en einnig búsetu, aldri og hjúskapastöðu. En sumir eru giftir, aðrir í sambúð og enn aðrir einhleypir. Já. Rannsóknin var unnin út frá mannfræðilegum, fötlunarfræðilegum og kynjafræðilegum grunni. En meginþemin voru þessi karlmennska, fötlun og föðurhlutverkið. Sú skilgreining sem hefur verið mest notuð innan karlafræða á hugtakinu karlmennska er að hún greinir karla frá konum. Líkamlegur styrkur er það mikið þrástef í viðteknum hugmyndum karlmennsku. En eitt er víst, karlmennska er fjölbreytt og margvísileg. Hún er ólík eftir tíma og rúmi og aðstæðum. Hún har rætur að rekja til menningarlegra og félagslegra þátta og er tengd við aðra valda og áhrifaþætti eins og kynferði, stétt, aldur og kynþátt. Karlmennska er þannig ein birtingarmynd sjálfsmyndarinnar sem getur verið breytilega í tíma og rúmi. Drengir fá skilaboð út frá ákveðnum samfélagslegum viðmiðum sem segja þeim hvað sé eðlilegt. Það hefur verið tilhneiging í vestrænum samfélögum að skilgreina hugtaki karlmennska út frá styrk, skynsemi, sjálfstæði, krafti og gjörðum. Þessar hugmyndir eru allar tengdar líkamannum á einn eða annan hátt. Þegar einstaklingur getur ekki staðið undir þessum líkamlegum kröfum, ýta neikvæð viðhorf samfélagsins honum þangað sem hann kæri sig ekki að vera. Neikvæð viðhorf samfélagsins á fötlun er til dæmis veikleiki, vorkunnsemi og ósjálfstæði. Og ef litið á staðalímyndir af fötluðu fólki í sögulegu samhengi hefur verið tilhneiging til að setja það í ákveðin félagsleg hlutverk, til dæmis sem sjúklega eða betlara og þannig útiloka þau frá öðrum hlutverkum eins og að vera foreldri, maki eða yfirmaður á vinnustað. Það getur verið erfitt fyrir fatlaðs karlmenn að staðsetja sig innan ríkjandi hugmynda karlmennsku vegna þess að viðhorf samfélagsins byggir á þeirri læknisfræðilegu sýn að fatlaðir karlmenn séu andstæða þess sterka heilbrigða og eðlilega karlmanns.
Foreldrahlutverkið er talið eitt af mikilvægastu félagslegu hlutverkunum. Það að vera foreldri telst hluta því að vera orðin fullorðinn einstaklingur. Þegar fatlaða foreldri er að ræða er algengt að umræðan einkennist af þrennu. Þeir eru óhæfir til að annast börn, þeir þurfa stuðning við umönnun barna sinna eða jákvæð viðhorf við dugnaði móðurinnar. Þessi samfélagslegu viðhorf og áherslur fela í sér að fatlað fólk eigi ekki að eignast börn. Einnig að þau séu bæði óhæf til að eignast og ala upp börn án aðstoðar sem gerir þau enn meiri byrði á stórfjölskyldu og samfélagið. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla mikið til það sem ég var að fjalla um. Mikilvægt var fyrir alla feðurna að skera sig sem minnst út úr hópnum. Þar skipti engu hvort feðurnir fæddust með sína skerðingu eða hvort þeir fötluðust síðar á lífsleiðinni. Feðurnir hafa aldrei verið uppteknir af skerðingu sinni og hvernig hún getur haft hamlandi áhrif á líf þeirra. Þeir hafa alltaf leitað lausna á vandamálum sem uppkoma og finnst þeim mikilvægt að vera virkir þjóðfélagsþegnar, vinna sína vinnu, vera sjálfstæðir og lifa lífinu eins og þeir kjósa. Þeir þykir mikilvægt að vera sýnilegir í samfélaginu, stunda íþróttir og gera það sama og svo margir aðrir karlmenn. Vegna þess að þeir eru svona sýnilegir út á við, telja feðurnir að viðhorf til þeirra sé öðruvísi en ætla mætti. Þegar feðurnir fóru að hugsa barneignir, tengdist sjálfskilningu þeirra í fyrsta skipti skerðingunni sem var allt í einu orðin að meiri hindrun en þegar þeir voru yngri. Sumir fóru að efast getu sína til að lifa fjölskyldulífi og falla þannig í hlutverk föðursins. Enn fremur veltu nokkri feðurnir því fyrir sér hvort þeir væru líkamlega færir að geta barn, sögum lömunar og aðrir hvort að fötlun væri arfgeng. Einn faðir lýsir efasemdum sínum á eftirfarandi hátt. Maður var alltaf svona dálítið efins það að maður myndi valda þessu hlutverki og það var ekki bara, þá var það líka sem fjölskyldufæður og út frá karla svona ímyndinni, svona karlina að vera sá sem gerir alltaf heimilinu, hann keyrir bílinn, hann sér að hengja upp myndir og þess háttar og maður fer svona að sjá sig ekkert endilega í þessu hlutverki að vera svona fjölskyldumaður. Það sem áður var ekki hindrun var allt í ákveðinni fyrirstöðu þegar hugsaðum var framtíðina, tengda barneignum og maka. En hjá þessum feðrum var það löngunin til að vera faðir og eignast fjölskyldu efasemdunum yfirsterkari. Feðurnir deildu þessum draumum sínum aðeins með sínum nánustu, þar að segja foreldrum og maka. Viðbrögðum sem þeir fengu við þessum hugsunum sínum voru jákvæð og fengu þeir bæði stuðning og hvatningu til þess að lifa því lífi sem þeir óskuðu sér. Sögur feðranna endurspegluðu augljóslega samfélagslega viðhorf og hugmyndir kyngetu þeirra. Algengt var að fólk klappaði þeim á bakið og var ofur í ákvætt yfir því hversu duglegir þeir væru að eignast börn. Einn faðir fór til dæmis á árgangamót og lýsir sinni upplifun svona. Fyrir nokkrum árum þá fór ég á 20 ára reunion úr grunnskóla. Fólk sagt hvað það er að gera, hvað menntni það með, það sé gift og mörg börn og svona. Og ég sagði, já, ég á 1 barn, þá klappaði fólk. Það var svolítið skrítin lífsreynsla að upplifa. Það var ekki klappa þegar Jói sagði hann ætti 2 börn. Oft þóttu þeim þessi viðbrögð fólks hvimleið, en í flestum tilfellum létu þeir þetta sem vind eyru þjóta. Þeir feður sem eru með hreyfihömlun lýstu reynslu sinna forvinni fólksins af stöðu þeirra. Þeir fengu þannig oft spurninguna hvort að barnið væri heimatilbúið eða komið til með aðstoð tæknifrjókunar. Feðrunum þótti lýjandi að vera sífellt spurður af því hvort þeir hefðu geta komið barninu undir hjálparlaust eða með aðstoð. Einn var til dæmis ennþá spurður þótt hann ætti nú nokkuð börn. Í dag er sjálfskilningur feðranna ekki tengdur fötlun. Í þeirra huga eru þeir fyrst og fremst karlmenn, sambýlismenn og feður sem búa við ákveðna skerðingu og þegar hindranir verða á vegi þeirra nota þeir öll tæki og ráð sem er búið yfir til að yfirstíga þær og ryðja úr vegi. Feðurnir voru allir mjög glaðir þegar kom í ljós að þeir væru að vera feður. Flestir upplifðu mikinn stuðning og gleði fyrir þeirra hönd en efasemdaraddir heyrðust þó hjá tengda fjölskyldum tveggja feðra. Hjá öðrum hurfu þær þó fljótt eftir að barnið fæddist en hinn fann ennþá fyrir efasemdum ættingja þegar þessi viðtöl áttu sér stað. Feðurnir veltu oft fyrir sér samfélagslegum viðhorfum í þeirra garð þegar litið var til getu þeirra til að ala upp barn og annast það. Hjá tveim blundaði óttin að barnaverndarnefnd myndi banka upp á, bara vegna skerðinga þeirra.
Það voru samt sem áður ekki allir feðurnir sem upplöðu neikvæð viðhorf, heldur var það barnsmóðir eins sem varð fyrir barðinu á vanþekkingu eins og til dæmis. Ætlar að vera með 2 í hjólastól. Það héldu margir að barnið myndi bara pottþétt fara í hjólastól. Það viðhorf að fatlaðir einstaklingar hafi ekki getu til að hugsa börnin sín, taldi einn faðirinn að væri vegna þess að ófatlað fólk hefði bara enga hugmynd hvernig líf fatlaðs fólks væri í raun og veru og ætti því erfitt með að setja sig í spor þess. Feðurnir lýstu upplifun sinni bæði á meðgöngu og fæðingu með mikilli jákvæðni. Þeim fannst þeir aldrei vera útundan í neinu og upplifðu sig sem fulla þáttakendur í meðgönguferlinu. Þáttaka feðra á meðgöngutímabilinu hefur aukist gríðarlega á undanförnum áratugum eða frá því að það var talið einkamál kvenna að ganga með og eignast barn. Allir feðurnir töluðu þátttöku sína. 6 sóttu námskeið, en svo 7. komst ekki vegna vinnu en bað kærustuna sinni að taka með sér alla bæklinga heim svo hann gæti nú örugglega lesið sig til. Hluti af slíkum námskeiðum var heimsókn á spítala eða viðeigandi heilbrigðisstofnun þar sem tilvandi foreldrar kjósa að eignast barnið. Þeir feður sem voru að eignast barn í fyrsta skipti nýttu þessa ferði til að átta sig á aðstæðum og undirbúa sig fyrir stóra daginn. Með því að skoða umhverfið gátu hreyfihömluðu feðurnir mælt út hvernig þeir gátu tekið sem bestan þátt í fæðingunni og þetta auðveldaði einnig sjónskertu feðrunum að átta sig á aðstæðum áður en að fæðingardagurinn rynni upp. Þegar kom að fæðingunni upplifðu allir feðurnir sig sem stuðningsmenn maka sinna og að þeirra hlutverk væri fyrst og fremst að sjá til þess að konum þeirra liði sem best miðað við aðstæður. Þeir viku ekki frá þeim eftir að fæðingin var komin á stað, annarkvort voru þeir upp í rúmi eða sátu í sínum hjólastól við hliðina á sjúkrarúminu og héldu fast í hendina þeirra. Þegar feðurnir fengu að halda á nýfæddu barni sinni í fyrsta skipti upplifðu þeir tilfinningar sem þeir áttu erfitt með að útskýra. Allt í einu voru þeir orðnir feður og lífið hafði fengið nýja merkingu. Annar sjónskerti faðirinn lýsir fæðingunni svona. Ég tók fullan þátt í fæðingunni. Þegar var aðeins komið í kollinn þá átti ljósmóðurinn frumkvæði því að setja mig í hanska og leyfa mér að þreifa á kollinum. Ég öskraði þarna yfir fæðingadeildina. Ég sé kollinn. Sængurlegan var rólegur og afslappandi tími fyrir nýbökuðu feðurnar þar sem þeir fengu þá aðstoð sem þeir þurftu fyrst sinn. Einn faðir upplifði höfnun í sængurleganni og fann fyrir miklum vanmætti eins og hann lýsti. Ég hélt á honum í fanginu og hann var eitthvað að vola og þá var ég svolítið sár þegar ég sem sagt dinglaði og hún tók barnið af mér. Þá fann ég fyrir svolítið svona vanmætti. Þau viðbrögð sem hann fékk komu honum í opna skjöldu og upplifði hann neikvæðni í sinn garð sem bæði föður og líka sem umönnunaraðila barnsins. Þáttaka feðranna í lífi barna sinna endurspegla þá samfélagslegu kröfu auki jafnrétti. Þeir eru virkir í daglegum atburðum barna sinna og fundu sínar leiðir til þess að sinna barninu á þann hátt sem hentaði þeim og barninu best. Eins og einn sagði, þetta var svona 50-50 skipti. Við vorum að taka alveg jafn mikið þátt í þessu. Þú veist, ég náði að græja barn þannig að ég gat gert það skipt á henni. Ég var að vakna nóttina aðeins seinna. Hún var ekki alveg svona ung og djöflast með hann á nóttunni. Feðurnir tóku allir fullt fæðingarlof og eftir að því lauk hagræddu sumir vinnu sinni þannig að þeir gátu verið heim á daginn og unnið á kvöldin. Sjálfstraust feðranna réði mestu hvort þeir tóku sitt orlof með maka sínum eða eftir að móðurinn fór á vinnumarkaðinn. Það voru ekki allir feðurnir sem treystu sér til að sjá börnin einir í langan tíma. Eins og gefur að skilja tengjast feður börnunum sínum oft mun seinna heldur móðurinn, bæði vegna meðgöngu og brjóstagjafar. Feðurnir eiga það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á að mynda sem mestu og bestu tengslin við börn sín tiltölulega snemma og notaði til dæmis einn sturtuferðir til tengslamyndunar. Áberandi var að allir feðurnir töldu mikilvægt að viðhalda tengslunum og að samband þeirra við börnin væru náin. Börnin hegðuðu sér öðruvísi gagnvart feðrunum heldur mæðrunum og í tilfelli allra feðranna áttuðu börnin sér fljótlega á því að við ákveðnar aðstæður var krafist ákveðnar hegðunar. Þeir töluðu allir hvernig börnin aðlöguðu skerðingu þeirra með því að liggja kjur í fangi þeirra í tilfelli hreyfihömluðu feðranna og færa munnin í átt að skeið hjá sjónskertu feðrunum. Einn faðir lýsti þessu svona. Það svo skrítið þessi litlu grey. Þau aðlagast umhverfi sínu alveg bara. Það eiginlega ekki hægt að útskýra þetta. Ég gat haft hana hérna á læranum á mér. Ég bara horfði í augun á henni
Hún bara vissi að hún átti að vera kjur og hún var bara alveg kjur og ég gæti rúllað henni með hana í stólum hérna. Fjölmörg dæmi komið fram í samtölunum við feðurna það hvernig börnin litu ekki á það sem fatlaða menn heldur eingöngu feður sína. Einn faðirinn lýsti því hvernig sonur hans gleymdi stundum að hann var í stól, til dæmis ef þau væru út á flakki í bílnum og stólinn var í skottinu. Flestir feðurnir nefndu það líka að þeir væru mjög uppteknir af því að börnin gengu ekki í hlutverk umönnunar aðila. Stundum gekk það upp en stundum ekki. Eins og einn faðir lýsir hér. Ég svolítið upptekin af því að hún lendi ekki í því hlutverk að þjónustu mig en hún dettur inn í það. Sá lærdómur sem að má taka úr þessari rannsókn að feðurnir leitast allir við að reyna að forðast að fá stimpil vegna skerðingar sinnar. Þó þeir geri sér grein fyrir því að það séu ákveðnar takmarkanir sem fylgja henni. Þeir sýna fram á að samfélagsleg þáttaka þeirra ekkert minni heldur en annara með því að ryðja úr vegi þær hindranir sem eru á vegi þeirra verða. Sjálfskilningu þeirra einskorðaðist ekki við fötlunina heldur eru þeir fyrst og fremst karlmenn, sambýlismenn og feður. Mikilvægt að ekki sé gert ráð fyrir að geta fatlaðra feðra til barneigna, umönnunar og uppeldis sé takmörkunum háð, aðeins vegna þess að búa við ákveðna skerðingu. Þeir nota sínar eigin leiðir og þau tæki sem til staðar og til að standa undir þeim samfélagslegum væntingum sem gerðar eru til feðra. Síðast en ekki síst mikilvægt að ljósmæður og aðrir fagaðilar leiti leiða til að aðstoða nýbakaða feður á þann hátt sem hentar þeim best. Með því hægt að stuðla að auknu sjálfstjórn feðranna til að annast barnið. Takk fyrir mig. Kæra þakki Hlín, þetta var mjög fróðlegt. Það ekki oft sem það hefur verið heyrt frá fötluðum feðrum. En næst talar einmitt einn slíkur, það Arnar Ægisson sem að segja sína sögu sem hann kallar Táknmál okkar hjartans mál. Gjörðu svo vel. Má ég fá svona til þess að rættúlka? Til að stækka þetta upp, hvernig hérna... Og svo... Takk. Já, komið sæl, ágætu gestir. Já, ég heiti Arnar og Ægisson. Ég heyrnarlaus, eða döff. Ég faðir 3 barna. Ég giftur og kona mín líka döff, ofsalega myndarleg konan mín. Hún vinnur hún hjúkrunarfræðingur og vinnur líka sem formaður félags heyrnarlausa. Við eigum 3 myndarleg börn. Sú elsta 8 ára. Hún heitir Anita Dís. Svo eigum við strák, hann Ægir Ísak, hann 5 ára. Og yngstur Elías Dagur, hann 2 ára. Við erum líka stuðningsfjölskylda fyrir 2 döff stráka. Annar þeirra 9 ára, býr í Keflavík og hinn 6 ára. Og þessi drengir eiga heyrandi foreldra, þannig að við erum stuðningsforeldrar fyrir þá svo að þeir geti komist inn í döff-fjölskyldur og eigið nota táknmálið sem við notum hjá okkur og þeir eru hjá okkur aðra hvora helgi. Við eignuðumst okkar 3 börn. Fyrsta dóttir okkar fæddist á spítala. En konuna mína langaði svo ofbáslega til þess að eignast barn heima. Þannig að við ákváðum, þegar við eignuðumst okkar annað barn, að prófa heimafæðingu. Við byggum í blokk á 4. hæð, þannig að ljósmóður þurfti að klofa allar stigana og koma inn með pott sem var hægt að blása upp og fylla hana vatni og
og það gekk allt svona líka ljómandi vel þegar við eignuðumst okkar annað barn. Við fluttum okkur svo set í lítið hús og þegar þriðja barnið var á leiðinni ákvaða við vera aftur með heimafæðingu og það gekk allt eins og í sögu. Og þetta var ofboðslega góð lífsreynsla og góða minningar og ljósmæðurnar komu bara þegar börnin voru á leiðinni og börnin fæddust og fjölskylda var bara hjá okkur og við vorum bara velta fyrir okkur hvað þetta verið kvöldmatinn og barnið hjá okkur hérna heima við og allt svo yndislegt. Spurningin er ég fatlað foreldri og við fatlaði foreldrar? Já, samkvæmt læknisfræðilegri skilgreiningu, þá erum við fatlaði foreldrar, en við erum bara döff. Mín reynsla inn á mínu heimili er svo að ég er ekki fatlaður. Ég er bara, okkar fjölskylda er bara eins og hver önnur fjölskylda. Þegar við erum út fyrir heimilið, þá panta ég túlk til að taka átt í foreldraföndum í skólanum, í atvinnuviðtölum og út allt, en heima hjá mér, þá er ég ekki fatlaður. Okkar fjölskylda er bara eðlileg, við erum bara að sinnum okkar börnum, eldum okkar kvöldmat eins og hver annar. Erum hinn eðlilegasta fjölskylda. Við notum túlk í samskiptum við annað fólk sem kann ekki táknmál. Og þá er það spurningin, er túlkurinn fyrir mig eða fyrir hina? Börnin okkar líti ekki á okkur sem fötluð, en þegar þau fara í skólan eða út í samfélagið, í skólanum eða leikskólanum, að þá segja kennarinnir, foreldrarnir heyrnarlausir, voðalega ertu duglega að hjálpa mömmu og pappa að túlka. En það er ekki þannig. Við notum ekki börnin okkar til að túlka. Gerum það ekki. Við pöntum túlka þegar við þurfum þess. Og við erum okkur meðvituð það að börnin okkar, þau tilheyra tveimur heimum. Þau tilheyra heimi heyrandi fólks og okkar heimi döff fólks. Þau flakka á milli þessara heima. Og hjá okkur talaðu tákmál, þau eru tvítyngd, börnin okkar, og geta þess að tekið þátt í báðum heimunum fullkomlega, því þau eru fullkomlega tvítyngd. Með fullt valdbæð og tákmál og íslensku eru því fullgildir þáttangendur í báðum heimunum. Kóta, það er ekki samtök fyrir börn sem þurfa sérþarfir, heldur er þetta heyrandi börn sem er heyrnarlausra foreldra og þau eru kölluð kóta. Það er sem sagt það að vera kóta því það maður er sjálfur heyrandi en foreldrar manns eru heyrnarlausir, annarkvort eða bæði. Þegar að við kona mín eignuðumst okkar fyrsta barn, þá skipti okkur það engu máli hvort barnið yrði heyrandi eða heyrnarlaust. En hún er heyrandi og sem að okkur fannst ekkert mál. Og það sem var mikilvægast var það að barnið var heilbrigt, fannst okkur. Og það skipti ekki máli hvort að heyrnin væri til staðar eða ekki. En þessi kótabörn, þau eru mjög gjarnan á eftir jafnöldrum sínum af því að foreldrar eru heyrnarlausir. Þeir eru erfitt með að ná töluðu máli. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir þessi börn að ná augnsambandi við þá sem þau tala við, hvort sem þau eru að tala með rödd eða tákmáli. Kótabörnin okkar, það þarf að fylgja þeim alltaf fræðsla og við reyndum að fá okkur upplýsingar þegar við eignuðumst okkar fyrsta barn það
hvað við getum gert til að styðja börnin okkar. En það ofboðslega lítið efni til fyrir okkur. Og við vildum ekki að börnin okkar yfir því vandamáli að vera eftir á í tali og skilningu íslensku. Þannig að við hjónin reyndum að vera okkur mjög meðvituð allt sem við getum gert til að hjálpa börnunum okkar. Af því að þau eru heyrandi. Sem dæmi þá gerðum við það þegar við vorum úti og við sáum bíl sem ég vissi kannski að væri svona hávær bíl amerískur, að þá benti ég börnunum mínum að sjáuði bílinn, heyrið hvað heyrist hátt í honum, heyrið lætin í honum. Og þegar ég sá flugvél að þá benti ég á þeim, sjáuði þarna flugvél, heyrið hvað heyrist, hvernig heyrist í henni? Og það var ekki þannig ég slökkti og öllum hljóðum heima, var ekki útvarpið í gangi og ekki hljóð á sjónvarpinu. Við vorum með útvarpið í gangi svo að krakkarnir heyrðu tónlist og tal. Ég náttúrulega þarf ekki að nota útvarpið, en börnin okkar þurfa að gera það. Við höfum keypt okkur geisladiska til þess að börnin geti hlusta á tónlist. Því við þurfum að ala þau upp sem heyrandi börn. En táknmálið er okkar hjartans mál. Bæði í okkar samfélagi og heima við. Heima tölum við alltaf táknmál og við erum alltaf döff. Við notum alltaf táknmál til samskipta og notum þau svona túlka þegar við á. Eins og ég segi, við erum táknmálstalandi fjölskylda og þess vegna erum við með 2 stuðningsstráka hjá okkur. Alltaf hvað sem við gerum, þá eru börnin með okkur og við eigum í samskiptum við þau. Þeir eru elda með okkur eða hvað sem er. Og það er virkilega gaman í okkar fjölskyldu. Og til dæmis síðasta sumar þá fórum við í ferð í hringinn í kringum Ísland með fellihýsi, fórum á Snæfellsnes og Vestfirðina og norður. Og börnin okkar eiga mjög skemmtilegar minningar frá þessu ferðalagi. Og þar sem að íslenska táknmálið er okkar hjartansmál, þá enda ég svona. Takk fyrir að hlusta og horfa. Takk. Takk fyrir. Takk að kærlega fyrir Arnar. Og það er ein reynslusaga eftir, það er reynslusaga eiginkonu og móður. Það er Ingibjörg Elsa Björnsdóttir sem segir okkur hvernig er að vera á einhverfurófi og eignast fjölskyldu. Gjörðu svo vel. Okay. Já, ég vil biðja því að þakka fyrir að fá að koma hérna og tala sem manneskja á einhverfurófi. Ég sé andlit hérna í salnum sem ég þekki og ég vil gjarnan minnast pínlítið bróður minn sem hét Sigurður Björnsson og var hreyfihamlaður og var mikið hjá Sjálfsbjörgu, þannig að ég minnist hans aðeins í dag. Það sem að, já, ég sem sagt fékk einhverfu greiningu þegar ég var 44 ára gömul og þá uppgötaði ég auðvitað að ég á búin að vera einhverf alltaf, alveg frá þegar ég var krakki. Og þetta kom mér ekkert sérstaklega óvart að ég væri einhverf af því að ég hafði alltaf verið svolítið öðruvísi. Ég hafði til dæmis svolítið sérstök áhugasvið, lærði til dæmis rússnesku á tímabili, var alltaf að lesa rússnesku og rússneskar bókmenntir og eitthvað svona. Þetta var mjög sérkennilegt á tímabili. Ég var alltaf stillt og prúð og voðalega góð í skólanum. Ég var aldrei til neinna vandræða sem var líka til þess að enginn fattaði það að ég væri einhverf. Ég var alltaf svo stillt og prúð og það er vist mjög algengt með einhverfar stúlkur. Mér fannst samt miklu betra að vera í tengslu við fullorðið fólk og og af og ég er ennþá þannig í dag að því eldra sem fólk er því betra finnst mér að vera í samskipti við það. Ég átti alltaf svolítið erfiðleikum með að vera í samskipti við jafnaldra, sérstaklega á unglingsárum. En hvernig eigum við sem erum einhverf að eignast lífsförunaut?
vegna þess að okkur finnst á skemmtistöðum það alltaf mikið áreiti, það eru blikkandi ljós, allt í lagi? Já. Tala ég á mikið? Já, ok, ég þarf ekki að vera svona. Sérst, ef við erum að reyna að finna maka, málið hvar við sem erum einhverf að finna okkur maka. Ef við förum á skemmtistæði þá það blikkandi ljós og hávaði og við þolum það ekki. Það svona áreiti sem við í taugarnar á mörgum okkar. Einhverfum veldur líka ákveðnum erfiðleikum í samskiptum. Einhverfa svona samskiptavandamál, okkar veikleikar liggja í mannlegum samskiptum. Og hvernig eigum við að finna eiginmanninn? Já, ég get nú bara sagt að ég fann minn eiginmann í vinnunni. Og ég hefði aldrei fundið hann annars staðar, ég hefði ekki fundið hann á skemmtistæði en eins staðar. Þannig að ég var að halda fyrirlestur á Hofsósi, ég var send norður til að halda fyrirlestur á Hofsósi sorpurðun í Skagafirði. Og maðurinn minn satt alveg heillaður aftast í salnum. Hann hafði fundið geimsteinin í sorpinu, bara satt alveg. Ég hef svolítið orðið vör við það að síðan fór hann að senda mig tölvupóst og við vorum heilmikið í samskiptum gegn tölvuna og svona. Og svo fór hann að keyra alltaf til Reykjavíkur og ég fór að hugsa að þessi maður sem alltaf að keyra 4 klukkutíma til þess að komast til Reykjavíkur til að hitta mig, hann hlýtur að vera alvara. En einhverfa nefnilega sumir sem miskilja það að það að vera einhverfur þýðir alls ekki það sama eins og að vilja alltaf vera einn. Einhverfur þurfa mjög mikið á öðru fólki að halda. Og svo líka það að við viljum fá að vera einhverf, við viljum fá að vera eins og við erum, við viljum alls ekki vera öðruvísi, en við viljum alls ekki vera ein. Ég komin á þá skoðun að maður þurfi á fjölskylduna að halda, sinni eigin fjölskyldu, maður þarf að fá að eignast barn og svona, til þess bara einhvern veginn að verða til að ná fullum þroska, það svo ofboðslega þroskandi að eignast barn, það svo mikilvægt að eignast barn. Ég hvet sem flesta til að eignast sem flest barn. En ef maður að leita sér að lífsförunauti þá skiptir máli líka að finna sér þroskaðan svona góðan maka, einhver sem skilur og tilbúin til að búa með svona skrýtnu fyrirbæri. En maðurinn minn, ég þakkaði kærlega fyrir, hann þarna aftast í salnum, þið getið líka spurt hann á eftir. En hann sem sagt umber mig. Og svo náttúrulega þetta furðulega fyrirbæri sem heitir ást og kærleikur og ég kann ekki útskýra það fyrir ekkert en aðrir. Nú fordómar í samfélaginu, ég get ekki sagt að það séu fordómar gagnvart fjölskyldunni. Hins vegar skiptir máli fyrir okkur sem erum fjölskylda. Við erum náttúrulega að reka fyrirtæki sem heitir Heimilið mitt EHF og það skiptir máli að maður geti fengið vinnu. Og ég hef svolítið, sem sagt, ég hef svolítið fundið fyrir því að það sem sagt, betra að vera í skóla heldur en að vera út á vinnumarkaði. Það mín upplifun. Sem sagt, ég búin að vera lengi í skóla og ég búin að taka 4 háskólapróf. En ég líka 3 sinnum búin að missa vinna. Þannig að sem sagt, það greinilega misræmi á milli þess hvað mér finnst þægilegt að vera í skóla, hvað ég á auðvelt með að taka háskólapróf, en það gengur ekki eins vel að virka út á hinum íslenska vinnumarkaði. Hins vegar ég náttúrulega búin að leysa þetta. Ég vinn mikið fyrir Bandaríkjamenn gegnum netið. Ég með lítið fyrirtæki sem heitir Brandugla, það bara svona sjálfstætt fyrirtæki, lítið þýðingafyrirtæki. Og ég vinn mikið fyrir fyrirtæki sem heitir STL sem þýðingafyrirtæki Microsoft í Bandaríkjunum. Mér finnst að Bandaríkjamenn séu svolítið umburðarlyndari gagnvart Asperger heldur en kannski íslensku vinnumarkaðar. Kannski þetta fordómar í mér gagnvart íslensku vinnumarkaði, ég get alveg verið með fordóma eins og allir aðrir. En mér finnst íslensku vinnumarkaður almennt ekki nógu sveigjanlegur. Mér finnst hann svona ekki bjóða upp á nógu mikið af hlutastörfum. Það of mikil áhersla á félagsleg tengsl. Annarkvort þarft að þekkja einhvern sem þekkir einhvern eða þú þarft að vera rosalega góður í félagslegum samskiptum. Ef þú ert ekkert rosalega góður í félagslegum samskiptum þá lendir í vandræðum á vinnumarkaði. Það mjög algengt. En ef ég væri að ráða mig í vinnu hjá einhverjum í dag, þá myndi ég byrja á því að segja ég með Asperger. Og ég myndi aldrei fara að vinna nema viðkomandi myndi segja, já, æðislegt, þetta með Asperger, komdu endilega til mín og þá myndi ég segja, já, ég skal koma. En einhverjur geta gert ýmislegt. Ég vil meina það að þó við séum einhverf, við getum kannski ekki verið formenn skemmtinefndar.
En við getum alveg verið með í skemmtinemndinni sko. Við megum alveg vera með í skemmtinemndinni, við þurfum kannski ekki að ákveða nákvæmlega hvernig ásatíðin á að vera. Ég skipulaði einu sinni þorrablót. Það misumnaðist. Sko einhverfir eru oft uppfinningamenn. Við sem erum einhverf, við höfum oft einhverja svona svolítið, sko sumir gera við bíla, aðrir smíða sína eigin plötuspilara, sumir eru góðir í tungumálum, aðrir geta gert við tölvur og svona. Við förum ofta okkar eigin leiðir og við getum oft gert einhverja hluti. Og mér finnst að það er að leyfa okkur að gera það sem við erum best í, en það gildir alla, bara það gildir alla menn. Þjóðfélagið á að geta skilið það að allir er að fá að njóta sín. Nú, já, ég vil svona líka segja það, ég er búin að uppgöta það, ég lenti einu svona í smá einelti á vinnustað og sjálfsagt út af einhverfu líka, af því að einhverfan fór í taugarnar á einhverjum. Og svo var ég svona hálf kvekt út í fólk. Ég var svona hrædd við hópa, þið eru hópur, þú veist, nú eru þið hópur hérna sko, ég var svolítið hrædd við svona hópa. Svo bara uppgötaði ég það að fólk er allt saman eins, það er alltaf fást við sömu vandamálin. Það er svona, það eru allir að lendi í svona svipuðum hlutum í raun og veru. Já, þetta er strákurinn minn, hann heitir Sigurður Reynir Valgeirsson, hann er 4 ára gamall, 9 4 ára og hann er hann í leikskólanum að mála. Hún finnst alveg rosalega gaman að teikna með mömmu sinni, en það er aðalega ég sem teikna og hann segir mér nákvæmlega hvað ég að teikna. Sko, við erum í raun og veru mjög hamingjusöm fjölskylda. Hamingjan er eitthvað sem að verður svolítið að búa til sjálfur. Ég held að sé mjög mikilvægt að líta ekki á fötlun eins og að sagt hérna áður, sko ég vil eiginlega freka vera flott heldur en fötluð, ég vil að það að vera fatlaður sé flott og ég vil að við séum bara flott og að það sé flott að vera fatlaður, það er það sem ég myndi helst vilja. Maður á aldrei að gefast upp og bara halda áfram. Nú, sem sagt, það sem ég finnst að vera foreldri er að mér fannst svolítið erfitt að vera með barnið þegar það var mjög lítið. Umhirða ungbarna er fremur erfið, en eftir því sem að barnið stækkar því auðveldara er að vera foreldri. Svo að því að ég er með Asperger þá finnst mér rosalega gaman og ég bíða eftir því að strákurinn fara að hafa gaman að stjörnufræði. Hann er aðeins farin að tala um tunglið og ég er mjög áhugasamur, mjög hvetjandi og bíða eftir ég geta fara að tala um sólkerfið. En það er sumi hluti sem ég finnst erfitt að fást við. Til dæmis segjum að ég sé að klæða hann í leikskólanum á morgnana. Valgeir er einhvers staðar að vopna fyrir það einhvers staðar og ég er ein heima og er að klæða strákinn í fötina því hann á að fara í leikskólan. Og strákurinn allt í einu mótmælir og vill ekki fara í leikskólan. Þá kemur svona einhverfu upp í mér, alveg bara rosaleg. Mér finnst ég svona, það er svo þessi glerveggur í kringum mig og mér finnst bara rosalega erfitt að klæða strákinn í fötin. Það er bara svona einfaldur hlutur, en það gengur alveg, það er text á endanum. Ég verð bara að segja, nú ætlum ég að brjóta sig gegnum minna glervegg og nú skal ég bara vera góð og hjálpa honum að klæða sig. Svo er bara það að barnsgrátur getur verið rosa erfiður fyrir suma sem eru einhverfir. Barnsgrátur er gerður til að vera svolítið erfiður á ég við. Hann er gerður til þess að kalla á foreldrana og en það er mjög gaman að upplifa veröldina gegnum augu barnsins og bara sjá hvernig barnið er að upplifa heiminn, það er mjög skemmtilegt. Maður fer að njóta foreldra hlutverksins meira og meira. Svo vildi ég bara það er ekki mikið eftir hjá mér, ég ætlaði bara að segja sko að ég er ekki viss að ég verði nokkuð tíman alveg fullorðin. Ég efast stórlega það og ég efast að foreldra séu allir fullorðnir. Ég bara er ekkit viss orðið fullorðið sé mjög lýsandi fyrir foreldra. Þetta er mynd sem að ég teiknaði með syni mínum, að ég sem teikna mest af þessu, hann segir mér hins vegar alveg nákvæmlega hvað ég á að teikna, ég verð að hlýða sko og gera það sem hann segir mér að gera. Einhverfir eiga oft auðvelt með að setja sig í spor bæði dýra og við eigum mjög auðvelt með samskipti við dýr, það sem þú sagt að dýr séu svolítið einhverf. Við viljum meina við séum skref fram á við í þróunarsögunni, en það er ekki allir sammála. Nú, við erum öll á þroskabraut, hvað sem við erum stödd, við erum bara svona, ég vil meina við séum öll á andlegri þroskabraut, ég vil meira sér að meina við séum öll eilífar verur, hvernig sem við erum og við erum jafnvel saman núna í eilíðinni þannig að við ættum öll að vera vinir. Og ég vil bara minna á það að sterkasta aflið í veröldinni er ekki fjármagnandi kærleikur.
og þess vegna hef ég nú ekkert meira að segja það heldur bara að sem sagt ef fólk vil tala við mig meira Asperger eða einhverfu eða börn eða eitthvað þá má það gjarnan hafa samband við mig. Ég bý á Selfossi og í símaskránni. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir skemmtilegt erindi, Ingibjörg, alveg satt. Og ég þekkti bróðinn, Sigurd. Nú komið að fyrirspurnum og umræðum og þá vil ég biðja alla sem hafa flutt erindi í dag að koma hingað upp. Og þá sem þeir sem eru með eitthvað fyrirspurnum vil ég biðja að maður byrja að kynna sig og taka til þess að við höfum ekki endilega svona tíma þannig að fólk svona reyna að vera svolítið hnutnina. Er það? Já. Er það? Já, ég veit, nei, ég ætla það. Það tekur smá tíma. Og bara orðið laust. Góðan daginn, Magnús Ragnar heiti ég og hér með 2 spurningar og reyni helst að vera fljótur að spyrja þær. Eina til Brynhildar Flóvens, dósent í lögfræði og aðra til formanns ÖBÍ, Ellen J. Kalmons. En gaman væri ef báðir aðilar getur svarað spurningu nr. 2 sem á báðar þessar spurningar snúast mannréttindi sem krafist eftir réttlátra svara. Fyrsta spurning sem til Brynhildar. Hvernig fær maður réttlætið fram þegar okkar fyrsta barn, nú orðinn 12 ára, fæddur 2001, var hrifsað af mér og minni barnsmóður sem situr hér þegar hún útskrifast úr fæðingardeild vegna fordóma okkar, sinnfarnis skerðinga sem dæmi eftir úrskurð barnaverndar að við getum misst barnið í gólfið og ef okkar barn eldist og einhver vandi kæmi upp, þá getum við ekki brugðist við þeim vanda og svo framvegis. Því alveg síðan þetta óréttlæti dundi yfir okkur, þá hef ég og mín barnsmóðir leitað réttar okkar en ekki enn fengið. Við vitum að við getum ekki sakað fósturforeldra barnsins okkar, en við teljum samt að við getum leitað eftir skaðarétt gegn fordómum barnaverndar sem með afsökunum telja að þau hafa unnið vel að málum. En án árangurs hefur ekki gengið upp vegna okkar tekjuörðugleika sem og við höfum margsinnis óskað eftir gjafsókn til þess að geta kært barnavernd fyrir fordóma sem þau lögðu á okkar líf. En með eitt í hug að skaðbæturnar komið þannig fram að við fáum að umgangast son okkar meira sem og við höfum bara fengið að hitta 4 sinnum á ári í 2 klukkutíma með okkar tvíburabörnum, stelp og strákur og orðin 10 ára, fædd 2003, sem við fengum að halda. Þannig óréttlætið að ég, barnsmóðir mín og tvíbura allsystkini hans fáum bara að umgangast hann í 2 klukkutíma, 4 sinnum á ári, sem og við teljum að sé brotið á mannréttindi hans, sem sonur okkar, til þess að kynnast sínum allsystkinum, mig og barnsmóður almennilega, sem og hefur verið mjög sársaukafullt árum saman, en samt gleðilegt að sjá hann þau skipti sem við hittum hann, en aftur í sársauka eftir að maður búinn að hitta hann, en samt með tilhlökkun að sjá hann aftur en í sársauka út af þeirri bið. Þannig aðalspurningin er einhver sem getur hjálpað þeim eins og í okkar tilfelli sem hefur lent í svona ástand sem og eru tekjulitlir og hafa lent illa inn í barnaverndarkerfið með ósk eftir því að réttlæti þeirra komið fram þó málið sé orðið gamalt. Og ef svo hvar þá hægt að fá það mannréttindi framfylgt? Síðan það þessi önnur spurning, þá það til Ellen J. Kalmons og
Eva Brynhildur, það var ágætt að Eva Brynhildur geti líka svarað. Samkvæmt lög almannatryggingar 69. greinar númer 100/2007 segir: bætur almannatrygginga, svo og greiðslur samkvæmt 63. grein og fjárhæðir samkvæmt 22. grein skulu breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minni en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs, sem og aldraðir og fatlaðir öryrkjar hafa barist til launaleiðréttinga vegna bótaskerðinga sem framkvæmt var gegn þeim frá byrjun ársins 2009. Þannig spurningin hvenær munu bótatekjur þessara beggja hópa leiðréttast og af hverju 69. grein brotið gegn þessum hópum á þann hátt að laun þeirra hafa ekkert hækkað ár hvert frá byrjun ársins 2009. Þetta ekki stjórnarskrárbrot, lögbrot, mannréttindabrot gegn þessum launahópum? Og ef svo af hverju ekkert gert til þess að leiðrétta þessi brot, því það ekki mannréttindi að þessir hópar lifi sómasamlegu lífi án þess að lifa í fátækt, eins og Lilja Árnadóttir nefndi í sínu tali, sem og mannréttindasamningar tala áætlunum að draga úr fátækt, eins og 28. grein samning. Geturðu farið að stytta máli? Þetta orðið svolítið langt. Samningu þau talar og útrýming fátæktar og verndun mannréttinda í 3. grein og 5. málsgrein sem á sáttamáli ESB talar því eins og vitað hafa nauðsynjar hækkað og margir af þessum hópum ekkert geta lifað sómasamlegu lífi. Þannig hvenær munu þessir hópar eins og hjá mér sjá fram að mannréttindi þeirra verða leiðrétt? Ég veit að þetta var fyrir eitthvað langt spurt, en vonandi getið þið svarað. Brynhildur, viltu að byrja? Já, þakka fyrir þessa spurningu. Ég held að sé eiginlega ómögulegt að svara fyrir spurningu þinni nema maður þekki nákvæmlega aðstæður í málinu og ég heyrðist þú segja 12 ár. Það almennt mjög erfitt að sækja einhvern rétt vegna ákvörðunar sem hefur tekin fyrir svo löngu síðan. En það nú veit ég ekki hvort að þú hefur reynt dómstólaleiðina, hvort að hún hefur verið fær, en það hefur verið mjög erfitt. Já, það bara sú leið sem við höfum og ég því miður kann ekki aðra leiðir en þá leið. En varðandi það sem þú segir með almannatryggingalögin, að þá það þannig að það kannski ákveðið, það lögin ákveða eða hvort sem það eru almannatryggingalög eða önnur ákveða einhver réttindi. Síðan koma fjárlög og breyta þessu réttindum. Fjárlögin eru nýrri heldur en þá til dæmis almannatryggingalögin í þessu tilfelli og með fjárlögunum gerð árlega þá einhver breyting á þessum lögum. Það bara að ný lög ganga framar eldri lögum. Þetta mjög svona óheppileg aðferð í lagasetningu en hún notuð mikið hér á landi. Sáttmálinn sem talað að draga úr fátækt. Já, sáttmálinn hefur ekki tekið gildi hérna ennþá. Og svo mannréttindasáttmáli, svo það bara, svo það stjórnvalda hverju sinni að meta það og ef að menn telja á sér rétt brotin, þá hægt að snúa sér, ef það í einhverju ákveðnu máli, réttur brotin, þá getur fólk snúið sér þangað, en það mjög erfitt að komast með mál þangað. Því ég tel að það sé búið að svara mjög vel báðum spurningunum. Eru fleiri með spurningar? Embla, já.
Þú tók næst Embla. Já, þetta er Ásdís Jenna. Hann langar að vita hvort það standi í lögum, hvort það megi setja skilyrði fyrir því að einhver búi á heimilinu hjá þeim og sjá forsjá krakka þeirra að þau eru bæði fötluð. Hvort það megi setja skilyrði fyrir forsjá, að einhver þurfa að búa inn á heimili þeirra til að þau geti verið með krakka. Já, hún er að vinna í því núna að reyna að aflétta þessu skilyrði. Henni finnst þetta fáránlegt. Takk. Já, er það ekki Brynhildur? Það í barnaverndarlögum þá er heimild til að ef það verður, það er að segja eitthvað mál, að þá vaknar mál, að þá er heimild til að setja ýmis konar skilyrði í barnaverndarlögum fyrir forsjá og þau eru ansi mörg. Það er hugmyndin á að vera svo að það sem að barnaverndaryfirvöld meta hverju sinni að sé nauðsynlegt fyrir hag og þarfir barnsins. Svo getur það auðvitað verið umdeilanlegt hvað þær ákvarðanir eða þau viðmið sem að notuð eru hverju sinni og það er þá á endanum dómstóla að ákveða það. Embla, þú ekki næst? Nei, ok. Já, hún sagði en pabbinn er einhverfur og með geðföllun. En öllu öðru leyti þá var hann fullfarinn að sjá barnið. Það er bara ekki, maður hefur bara ekki forsendu til að svara svona spurningu sko vegna þess að þetta er svo margir þættir sem koma til að get bara ekki metið það. Já, ég heiti Embla og mér langar að þakka þetta málþing og svona gott að fá umræða þetta langt þegar mér umræða hérna á Íslandi svona þegar ég veit af þannig að það er gaman að þetta málþing skildi fara fram í dag. Mér langar kannski bara þetta jólumstag í hendur Brynhildar þannig að fekk maður svona illt í hjarta að sjá hvað hjartað í raun og slæm og hvað ngart í einhverjum lögum svona til tala það var hann svona, þetta er bara ósmækli orð sem hann notar til að lýsa fötluðu fólki og hann var alveg stressaður sem að sjá hvað lögin í raun og veru gamaldags svona leyti sem varðandi ópersónusaksóknir og það framganga fósturinn og þannig að hann var alltaf hræddur bara sinn rétt. En það var ekki alltaf ótrúlega gaman að heyra en sérstaklega reynslusögurnar frá Arnari og Ingiveig og Ari Haugast og það alltaf gefur mann aftur von að það sé nú alveg hægt og þó að lagangurinn sé ekki mjög sterk og mér verður að þakka sérstaklega því fólki sem hann deltist í reynslu og það hefur mjög mikil áhrif á hvernig mann líður að heyra að maður getur búin að gera til margar og það gengur alveg upp þá að þessi margar hindranir og kannski aðeins svona svörstangar sem ég bara að þakka fyrir bara mig. Einhverja fleiri spurningar? Já, Guðbjörg Kristín. Sæl verið allt saman og þakka kærlega fyrir mjög þarft og skemmtilegt málþing. Þannig að bíða eftir þessu lengi. Ég heiti Guðbjörg og starfi fyrir Sjálfsbjörg og virk innan Kvennarhreyfingar Öryrkjabandalagsins líka. Ég hef verið ofta að velta þessu fyrir mér með skort á löggjöf fyrir fatlaða foreldra. Það er í raun og veru þannig held ég að í lögum um málefni fatlaðs fólks er ekki gert ráð fyrir
að fatlaðar einstaklingar geti yfir höfuð verið foreldrar og getur verið að vegna að því að staðan er svona að þá þýðir það að það sé kannski óþarlega oft gripið til barnaverndarlaga hvað var það foreldra fatlaðs fólks fatlara foreldra að til dæmis ég veit að stuðningsforeldra úrræði til dæmis þar eiginlega ekki beint gert ráð fyrir að það sé veitt vegna fölluna foreldra það er í góðum málum sko þegar börn eru fölluð hafið þið þessa tilfinningu eða er einhvern veginn hægt að mæla það því ég veit þetta er mjög viðkvæmt mál hjá mörgum fölluðum foreldra. Þú er að íta á takkan svo hefst Já, saman. Það, sko, því miður þá höfum við engar sko svona fjöldatölur á Íslandi eða staðreyndir og Brynhildur er betri í að segja til lögin. En ég er alveg sko það er mín tilfinning bara af því að vinna sem sagt í svona mörg ár og með fjölskyldum og foreldrum að það að rétturinn þeirra sé svona sko ósýnileg að það gerir stöðu þeirra afskaplega og allar erlendar rannsóknir eru mjög samhljóma í vestræna samfélögum það að mál fatlaðra foreldra fari margfalt oftar inn í barnaverndarkerfi heldur en allra annarra hópa og það skiptir þá ekki máli á hvaða aðstæðum það er. Þannig að þetta eru mjög svona samhljóma niðurstöður. Ég má aðeins bæta við að sko það verður ekkert í rauninni séð af lögunum hvernig framkvæmdin er. Við höfum einhverja löggjöf sem tekur til allra foreldra og hún tekur til og barða það og það getur, ef við tala um barnaverndarlöggjöfina, þá erum við að tala um inngrip vegna þegar foreldrar get ekki sinnt á einhvern nátt sinni ekki börnin sínu, það hefur ekkert með fötlunina að gera, það hefur með eitthvað aðra þætti að gera. Fatlaðir foreldrar eru misjafnir og aðrir foreldrar og við getum ekkert séð það af í rauninni lögunum en það er fyrst og fremst þessi vinna, bæði náttúrulega fyrir utan einstaklingarna sjálfa og þá er það fólk sem vinnur, eins og til Hanna Björg sem hefur kannski svona puttan á púlsinu hvað þetta snertir. En það er alveg rétt til taka undan sem hún segir að þetta er eitthvað sem þarf að gera sýnilegra og það er yfirleitt með þá sem njóta ekki fullra mannréttinda. Það er mikilvægt að gera vandann sýnilega, draga fram. Góðan dag, ég heiti Svavar. Svo ég kom ekki með spurningu sem tengist löggjöf, þá vil ég spyrja Arnar. Ef að ég myndi missa heyrnina allt í einu, ég er orðinn 30 ára, hvað tæki það svona langan tíma fyrir mig að læra táknmál? Þetta er góð spurning. Ég er náttúrulega fæddur heyrnarlaus og ég tala táknmál á hverjum degi við alla sem ég hef samskipti við mig, en þú getur farið á samskiptamiðstöð og lært táknmál. En það tekur tíma að verða flúent í táknmáli bara eins og öðrum málum. En þú getur það ef viljinn er fyrir hendi. Og því sem meira sem þú notar þeim mun hraðar gengur þér að læra það. Ok. Já, það eru ekki fleiri sem hafa beðið orðið, þá ætla ég að lokum að gefa Rannveigu Traustadóttur frá Rannsóknarsetri í fötlunarfræðum orðið. Já, gott fólk sem hafa nú setið allan tíman, þá langar mig að þakka alveg sérstaklega fyrir þetta málþing og það hefur verið mjög ánægilegt að vinna að undirbúningi þessa málþings. Þetta er svona náið samstarf á milli samtaka fatlaðs fólks og fræðimannasamfélagsins og þessi blanda kemur mjög vel fram hér í dag og er mjög áhrifarík að við skoðum þær rannsóknir og þá þekkingu sem fyrir liggur en heyrum líka frá reynslu fólks úr sínu daglega lífi.
Og þegar það kemur að fjölskyldulífi þá snertir það okkur öll. Við erum öll alin upp í fjölskyldum og það skiptir alveg óskaplega miklu máli að við passum upp á það að fjölskyldur á Íslandi geti dafnað og allir búi við sömu réttindi og geti alist upp við góð skilyrði og fái að sinna sínu fjölskyldulífi alveg burtséð frá öðrum þáttum ýmsum í aðstæðum fólks. Þannig að ég að segja að fyrir mig persónulega hefur þetta verið alveg sérstaklega ánægilegt bæði að undirbúa þetta málþing og málþingi sjálft og ég nú taka undir minni Emblu að sko maður hrærist náttúrulega sérstaklega af reynslusögum fólks og ég vil þakka ykkur sem hafa deilt ykkar reynslu á svona persónulegan hátt og gefið okkur þessa frábæra innsýn inn í ykkar daglega líf og bara ykkar dugnað við að reka ykkar fjölskyldulíf og vinna bug á ýmsum hindrunum sem að fólk mætir. Þannig ég vil sérstaklega þakka ykkur en ekki síður heldur líka fræðimannum sem ég hafa talað og bara öllum þeim sem hafa komið að málþinginu og svo sjáumst við vonandi aftur í febrúar þessi málþing okkar 4 mannréttindi hversdagsins þau halda fram 2 eftir áramótin og fyrsta málþingið þá munum við kynna niðurstöður af talsvert viðamikilli rannsókn þjónustu við fatlaða íbúa sveitarfélaga og þetta fyrsta rannsóknin sem hefur verið gerð til að fá yfirlit yfir hver staðan varðandi fatlað fólk og öryrkja eftir yfirfærsluna og Öryrkjabandalagið bað rannsóknarsetur í fötlunarfræðum að vinna þessa rannsókn ásamt félagsvísindastofnun til þess að hafa góðan þekkingagrunn til viðræðina við þá sem í framboði fyrir sveitarstjórnir sem fyrir kosningar næsta vor. Þannig að það verður ákaflega áhugavert að sjá þær niðurstöður og við ætlum að hafa það í stærra sal heldur en hér svo að komist örglega allir að. Þannig að hjálpið okkur til þess að fá fólk til þess að koma og fá yfirsýn yfir það hvernig við stöndum varðandi okkar fólk. Þannig að nú segi ég bara þessum málþingi sliti og þakka öllum kærlega fyrir komuna.